Já, verið hjartalega velkomin með okkur hérna í Fjölnir TV. Það leikdagur á morgun, bikarleikur meistaraflokki kvenna gegn Fylki og við ætlum að fara upp í Fylkishöll á morgun þar sem við sýnum leikinn á Fjölnir TV í beinni. Ég og Helgi verðum að lýsa leiknum en við erum komin með 3 stelpur í viðtal á lokaæfingunum við leik. Það eru Sörurnar, Sara og Sara og það eru nýkomna heim frá Bandaríkjunum og ég ætla bara að byrja á Söru Dögg. Sara Dögg, hvernig var í Bandaríkjunum? Bara mjög gaman. Við tókum 2 æfingar og spilaðum 3 leiki. Bara mjög gaman sko. Ok, Sara Margrét, þú hefur farið áður í þetta og hérna hefur bandarískt ríkisfang ef ég fer ekki með rangt mál. Hérna, hvernig kom þetta til og hvað voru það að gera þetta? Fyrir utan þessar æfingar og já, hvað var þetta? Þetta eiginlega svona undirbúningur fyrir mót sem í maí og þegar þær fengu að keppa núna þá fá þær þátttökurétt á mótið sem í maí. Og við megum þá til viðbótar taka 2 nýjar stelpur úr liðinu sem eru þá taldir útilendingar í þessu liði en ekki þær 2. Já, þannig að þær eru bara orðnar bandaríska liðsmenn, já, ok, og hérna Sara Sif, nú þú markmaður, það eru útileikmenn, markmenn fá eiginlega aldrei kredit, gast þú eitthvað á þessu móti? Já, ég myndi segja það. Bara ákveðin hana, hérna, spilaðu báða leikina á fullu eða hvernig, hvert var þitt hlutverk? Ég spilaði alla leikina og skipti held ég 5 mínútur í síðasta leiknum út af og já. Ok, þið voru sátt með ferðina? Já, mjög gaman sko. Sátt, mjög gaman, mjög sátt. Mjög gaman. Og mjög sátt. Hérna, það leikur á morgun. Ég ætla bara að spyrja ykkur allar sömu spurningar, hvernig leggst leikurinn í ykkur, Sara? Sara Dögg? Bara mjög vel sko. Fylkir, þær eru mjög sterkt lið en ef við mætum rétt til leiks þá hefur við alveg senn síðar. Hvað segir þú, Sara Margrét? Ég bara á sama við Sara sko. Við gætum alveg vel tekið þær að við mætum tilbúnar og ákveðnar. Já, þið getið ýmislegt þegar þið mætið tilbúnar. Sara Sif, hvað segir þú leikinn á morgun? Ég mjög sammála á Söru Dögg og það alveg rétt að Fylkir eru mjög sterkt lið en við þurfum bara að mæta með hugun á rétt stað og þá mun allt smella. Ok, mjög gott. Hérna, kannski smá að lokum hérna, þær eru allar í 3. flokki ennþá. Hvernig hefur það gengið, bara svona örstutt? Sara Dögg, hvernig hefur þér litist á 3. flokkstímabilið? Bara mjög vel. Við erum búin að vinna alla leikina nema 1 sem spilaðist inn á sunnudaginn þegar við vorum úti. Það vantaði lykilleikmennina? Það er svo að segja, það vantaði bestu leikmennina? Nei, eiginlega ekki, en þú veist. Samt smá. Hvernig hefur þér gengið og hvernig hefur þér litist á tímabilið til þessa í 3. flokki? Mér hefur sjálfur gengið bara mjög vel sko og ég spáði við náum alveg langt í 3. flokki. Þannig að fullt að tapa þessu leik sem var á sunnudaginn en við tökum það þá bara næst. Næst þegar þið eru með. Og Sara, segja hvernig þér gengur. Þú og Sara Dögg eru báðar í 4. flokki og spiluð upp fyrir ykkur. Hvernig finnst þér að vera að spila svona upp fyrir þig og hvernig hefur það gengið? Mér hefur gengið alveg nokkuð vel. Náttúrulega bæði upp og niður, hvort maður sé góður og lélegur og mér finnst það bara fullt að töpa þessu leik á sunnudaginn en næst þegar koma þá bara tökum við. Það er bara svoleiðis að loka spurning, hún er óvænt. Hvernig finnst ykkur huppuís? Hef aldrei smakkað hann. Ólafur varst að hafa lítið. Huppuís? Hann er rosa góður, sérstaklega þegar Ólafur varst að gera hann fyrir okkur. Hvernig finnst þér huppuís? Ég borða ekki ís. Hún borðar ekki ís. Herði, hérna við viljum enda á að þakka stelpunum kærlega fyrir. Óskuðum góðsgengis á morgun. Við ætlum að fá Jón Brynjar í viðtalinu Andri Spannaða því að hann var með bólu. Takk fyrir.